Já, komið þið sæl og til hamingju með glæsilegan viðburð í dag, félagar hjá Grænni byggð og Þórhildur, og til hamingju með afmælið. Áttu ekki afmæli í dag? Ekki. Og takk fyrir gagnleg erindi, búið að vera mjög lærdómsríkt að sitja hér og hlusta, og takk fyrir að bjóða mér að koma og stiga hér á stokk og segja ykkur aðeins frá nýju spennandi verkefni sem við erum að setja á laggirnar vistvænan vegvísi fyrir byggingariðnaðinn til 2030, hvorki meira né minna. Ég starfa hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og sérfræðingur þar. Nú bara spurning hvernig ég svona, nei, svona. Já. Það alveg ástæða til að ítreka þessar upplýsingar frá Ólafi, ekki spurning. Já, kem frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, eða HMS, eins og við viljum stundum kalla okkur líka, það aðeins þjálla. Og mér langaði til að byrja erindin á því að segja ykkur aðeins frá HMS og okkar vegferð, okkar vistvænu vegferð sem við erum bara að hefja þessi misserinn. Og svo ætla ég að færa mig yfir þetta samstarfsverkefni vegvísi. En byrjum aðeins á áherslum HMS. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun ný stofnun. Hún var stofnuð 1. janúar á þessu ári og með sameiningu tveggja annarra stofnana, Íbúðalánasjóðs og Mannvirkjastofnunar. Þannig að við erum að tala frekar unga stofnun sem byggir þó á traustum grunni tveggja eldri stofnana. Og með sameinaðri stofnun þá fæst betri heildarsýn yfir húsnæðismál í landinu og öflugri stjórnsýsla og framkvæmd húsnæðis- og mannvirkjamála. Og ég held að þetta hafi bara verið heillaspor. En af því að við erum með nýja stofnun, þá langar mig aðeins að fara yfir hlutverkannar áður en að ég held áfram. Og þið sjáuð að hún hlýtur nú að spanna frekar vítt starfssvið. Og þegar ég var að velta fyrir mig hvernig ég eiginlega komið því frá mér hvað við gerum, að þá fannst mér einfaldast að horfa bara til hlutverksins, til skilgreinds hlutverks HMS samkvæmt stjórn stofnunarinnar. Í fyrsta lagi hlutverk okkar að vernda líf og heilsu manna, eignir og umhverfi með því að tryggja faglegan undirbúning mannvirkjagerðar og virkt eftirlit með gæðum, öryggi og heilnæmi. Og þetta vinnum við aðallega í gegnum regluverk byggingaframkvæmdir og rafmagnsmál og brunamál. Nú svo það hinn parturinn af hlutverkinu okkar, að það að stuðla að stöðugleika á húsnæðismarkaði og tryggja almenningi aðgengi að viðunandi húsnæði á viðráðanlegu verði, hvort sem það til eignar eða leigu. Og við vinnum að þessu til dæmis með lánastarfsemi. Við erum með sérstök úrræði til landsbyggðarinnar og til almenna íbúðakerfisins. Við sjáum líka greiðslu húsnæðisbóta og síðast en ekki síst þá erum við að vinna því að afla upplýsinga húsnæðismarkaðinn og þróun hans í víðu samhengi. Og við erum meira að segja að vinna gefa hressilega í þeim öflum þessi misserinn sem mjög ánægjulegt. En ég get sagt ykkur að þetta ekki einhver orð á blaði og ekki upp á punt. Þetta hlutverk okkar, við tökum þetta mjög alvarlega og ég finna að ég er búin að vinna þannig ár, ég finna að þetta mjög sterkt. Ég er búin að vinna hjá Íbúðalánasjóði ár og núna 9 mánuði hjá HMS og ég finna að þetta mjög sterkt leiðarljós í okkar vinnu umhverfi. Og þá sama má segja framtíðarsýnin okkar. Hún felst í því að auka nýsköpun og samstarf á sviði húsnæðis- og mannvirkjamála og stuðla að minna vistspori byggingariðnaðarins. Og þá langar mig aðeins að segja frá því hvernig við höfum tengt okkar starfsemi við umhverfis- og loftslagsmál og hvaða vistvænu áherslur við hefum skilgreint okkur. Þá nálgun höfum við skipt upp í 3 flokka. Það í fyrsta lagi innri starfsemi HMS, það hvernig við rekum batteríið, hvernig við flokkum sorpið okkar, hvernig við höfum innkaupum, hvernig við rekum húsnæðið okkar, hvernig við höldum viðburði og svo framvegis og svo framvegis.
Og þátttaka okkar í grænum skrefum í ríkisrekstri hefur skipt rosalega miklu máli í þessu sambandi. Það hjálpað okkur mjög vel. Það verkefni á vegum Umhverfisstofnunar. Við höfum einnig líka sett upp grænt bókhald og loftslagsstefna HMS mun líta dagsins ljós von bráðar. En loftslagsmálin tengjast að sjálfsögðu ekki rekstri okkar. Þau tengjast náttúrulega, held ég, mest faglegri starfsemi okkar. Við reynum til dæmis að vera virk í samstarfi á þessu sviði, til dæmis með norrænum systurstofnunum okkar og með grænni byggð og fleirum. Við tökum þátt í viðburðum sem tengjast loftslagsmálum og mannvirkjagerð og eins og ráðherra kom inn á áðan þá erum við að fara að halda Nordic Climate Forum for Construction á næsta ári sem mjög ánægjulegt. Og við erum bara, eins og segir, rétt að byrja og við sjáum að tækifærin til að gera enn betur eru mjög mörg, til dæmis hvað varðar tölfræði og rannsóknir varðandi loftslagsmál og mannvirkjagerð. Og svo mátti kanna hvort að HMS til dæmis gæti fara að veita sérstök lán til grænni mannvirkjagerðar. Ættum við jafnvel að ganga enn lengra og setja í einhverjum tilfellum vistvæn skilyrði fyrir þeim úrræðum sem að stofnunin veitir. Þannig að þetta allt í mótun og skoðun og við sjáum tækifærin og við viljum grípa þau og vinna vel með þetta. En síðast en ekki síst, þá getur HMS komið loftslagsmálum á framfæri þegar kemur að stefnumótun í laga- og reglugerðarumhverfi í húsnæðis- og mannvirkjamálum, til dæmis í gegnum breytingar á byggingarreglugerð. Eins og ég hef áður nefnt að þá okkur hjá HMS mjög umhugað samstarf, hvort sem það við iðnaðinn, sveitarfélög, aðrar stofnanir og ef við þurfum að vinna saman á einhverju sviði þá það í umhverfismálunum. Og þá erum við sem sagt komin að næsta hluta erindisins, það að segja þetta samstarfsverkefni vegvísinn til 2030. Ég ætla núna aðeins að slengja fram nokkrum tölum sem að þið þekkið líklega, en það ágætt að rifja upp, en svo fyrsta hefur nú komið nokkur sinnum fram í dag. Það þessi að á heimsvísu talið að 30–40% allri kolefnislosun komi frá mannvirkjagerð. Umhverfismál byggingariðnaðarins náttúrulega alþjóðlegt mál og þessa tölu tökum við auðvitað til okkar. En svo ef við skoðum hvaða tölur eru til fyrir Ísland, að hérna tala frá 2014. Þarna miðað við að losun frá íslenskri byggingarstarfsemi sé 3% af heildarlosun Íslands, en sú losun miðast eingöngu við bruna eldsneytis á vinnuvélum á framkvæmdastað. Þannig að við erum í frábærum málum. Við þurfum bara að rafvæða vinnuvélaflotann og þá erum við komin niður í 0. Það ekki? Það ekki? Nei, það ekki sammála. Nei, losunin hlýtur nú að vera miklu meiri. Það ekki, Ólafur? Já. Jú, hún hlýtur að vera miklu meiri, að sjálfsögðu, við sjáum það öll. En líklega hún kannski ekki jafn há og gengur og gerist erlendis einmitt út af jarðvarmanum. Fæ ég 10 fyrir þetta? En hversu mikið meira, það kannski óljóst og þó, nú kom eitthvað vísbendingum frá tölunum frá Ólafi. En allavega þá í loftslagsbókhaldi Íslands engin sérflokkur fyrir mannvirkjagerð og upplýsingar og rannsóknir umhverfisáhrif byggingariðnaðarins eru almennt afar takmarkaðar ennþá. Það ekki? Ætlum að bæta okkur hana. Við sjáum þó að árinu 2017 var blandaður byggingar- og niðurrifsúrgangur 49% af þeim heildarúrgangi sem myndaðist á Íslandi árið 2017. Það kannski eitthvað aðeins lægra á árunum á undan. En ef ekkert að gert, þá má ætla að þessar tölur verði áfram eitthvað svipaðar, allavega hvað var eins og byggingarúrganginn. Því að við erum auðvitað ekki að fara að hætta að byggja. Á næstu árum má búast við að 2000 íbúðir verði byggðar á meðaltali ári, líkt og hefur verið síðan árið 2000 og svo tala sveiflist aðeins upp og niður á milli ára. Og svo má ekki heldur gleyma aðgerðaáætlun stjórnvalda vegna COVID sem fela í sér mikla innviðauppbyggingu á næstu árum. En af þessu stutta yfirliti má okkur vera ljóst að byggingariðnaður þarf að bregðast við í loftslagsmálum. Það þarf að bæta mælingar þannig að við sjáum réttari mynd af stöðumála. Við þurfum auðvitað að minnka losun, minnka sóun, bæta flokkun og svo framvegis og svo framvegis. Og þetta auðvitað ekki nýja fréttir
fyrir ykkur og aðildarfélög í grænni byggð. Og þið hafið haldið, það má alveg segja það, að grænni byggð og aðilar í grænni byggð hafi haldið umræðu á lofti í þessum málaflokki síðastliðin 10 ár á meðan stjórnvöld hafa kannski verið með athyglina á öðrum málum. En sem betur fer sjáum við breytingu í þeim efnum. Í júní síðastliðnum kom út uppfærð aðgerðaráætlun stjórnvalda í loftslagsmálum til 2030 og þar má finna aðgerð C3 sem varðar loftslagsáhrif byggingariðnaðarins. Og meðal annars á grundvelli þeirrar aðgerðar hefur verið stofnað til sérstaks samstarfsverkefnis sem felst í að gera þennan vegvísi að vistvænni mannvirki gerð til ársins 2030. Í mjög grófum dráttum þá felst verkefnið í að setja fram markmið samdrátt og að minnka umhverfisáhrif byggingariðnaðarins eftir því sem mögulegt er. En við munum líka skilgreina aðgerðir til að ná þeim markmiðum sem í rauninni aðalviðfangsefnið. Hvað ætlum við að gera til þess að minnka okkar umhverfisáhrif? Hver ætlar að gera hvað og hvenær? Mikil áhersla er lögð á að verkefnið verði unnið í breiðu samstarfi fyrirtækja úr byggingariðnaðinum og stjórnvalda. Og það er sérstakur verkefnahópur sem hefur verið stofnaður til að endurspegla þá nálgun en hann skipa einstaklega frábæri fulltrúa frá grænni byggð, samtökum iðnaðarins, Umhverfisstofnun, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, félagsmálaráðuneytinu og við hjá HMS við sjáum verkefnastjórn. Hópurinn hittist í fyrsta sinn fyrir tæpri viku, þannig að það er búið að starta verkefninu. Og ég get ekki annað sagt en að bara það hafi verið góð stemning á fundinum og allir peppaði fyrir því að hefja verkefnið og tryggja að það verði unnið með árangursríkum hætti. Og við vonumst svo auðvitað eftir virkri þátttöku sem flestra úr virðiskeðju byggingariðnaðarins, hvort sem það eru aðilar úr opinberri stjórnsýslu, verkfræðingar og arkitektar, byggingaverktakar, framleiðendur, innflytjendur, smásalar á byggingarefni, eigendur og rekstraraðilar fasteigna eða fjárfestar og lánastofnanir. Því við getum öll og þurfum öll að líta inn á við og skoða hvernig við getum lagt okkar lóð á vogarskálarnar og ráðist í aðgerðir út frá þeirri stöðu sem við erum í virðiskeðjunni. Samráð er algjört lykilatriði í þessu og ég get ekki sagt það nógu oft. Og við stefnum að því að tryggja eignarhald sem flestra í verkefninu og þar með árangursríka innleiðingu aðgerðanna í framhaldinu, til dæmis með því að halda vinnustofur, skipa undirhópa, taka viðtöl, vera með kannanir og fá umsagnir aðila við þeim tillögum sem að verkefnahópurinn vinnur. Þannig að vonandi verða bara sem flestir tilbúnir til að taka þátt þegar kallið kemur og ég sé að þið eru til að vera með, það ekki? Já, ég sé það. En hvernig ætlum við að borða fílinn? Hvernig ætlum við að búta niður? Hver verða helstu viðfangsefnin? Og það er það sem að verkefnahópurinn er að byrja að skoða í dag. Það má til dæmis nefna að finna leiðir til að bæta mælingar á losun og neikvæðum umhverfisáhrifum iðnaðarins. Og svo er það þetta með lífsferilsgreiningarnar. Eigum við ekki að fara að gera þeirra skyldu? Og hvenær? Hvað með byggingarúrganginn? Hvernig getum við minnkað hann með minni sóun og bætt flokkun? Og hver er ávinningurinn af því? Hvernig getum við eflt hringrásarhagkerfið? Og hvað af grænu hvötum getum við beitt? Hvers konar gulrótum? Hvers konar svipum? Eiga ríki og sveitarfélög að setja sér stefnu að allar opinberar nýbyggingar verði umhverfisvottaðar? Hvað með orkunýtingu, viðhaldsmál og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að efnistökin eru mjög spennandi og við ætlum að skoða þetta betur í verkefnahópnum hvernig við nálgumst þetta. Að lokum vil ég nefna sérstaklega að við viljum að sjálfsögðu reyna hvað við getum til að þurfa ekki að finna aftur upp hjólið. Við höfum tækifæri til að læra af svo mörgum. Í fyrsta lagi með því að skoða hvað hefur verið gert í öðrum atvinnugreinum. Innan ferðaþjónustunnar er til dæmis rekið sérstakt átaksverkefni ferðaþjónustufyrirtækja samfélagsábyrgð sem kallast ábyrg ferðaþjónusta. Hugmyndin átaksverkefni sem ber heitið ábyrgur byggingariðnaður hljómar kannski ekki svo illa.
Öflug sjávarútvegsfyrirtæki á borð við Brim sér til þess að í skipum fyrirtækisins allur úrgangur sem veiðist og myndast borð. Hann flokkaður og fluttur til lands í sérstaka snjallgáma. Ef markviss flokkun úrgangs og áhersla á minni sóun möguleg á takmörkuðu svæði út á sjó, ætti hún ekki líka að vera möguleg á byggingarstað líka. Þetta bara frábær innblástur frá sjávarútveginu. Á vegum matvælaiðnaðarins var nýlega stofnaður matvælasjóður til að styrkja nýsköpun og framleiðslu matvæla á Íslandi. Sjóður til að styrkja nýsköpun við framleiðslu byggingarefna úr íslenskri náttúru ekki heldur svo galin hugmynd. Fyrir utan aðrar atvinnugreinar þá getum við líka lært gríðarlega mikið frá frændum okkar og frænkum á Norðurlöndunum sem eru komin töluvert lengra í þessum efnum en við. Viljum við til dæmis bjóða upp á valkvæðar sjálfbærnikröfur fyrir byggingariðnaðinn eins og hefur verið gert í Danmörku? Viljum við setja losunarhámark á hvert fermetra eins og í Svíþjóð, eða eins og Svíþjóð hyggst gera á næstu árum, 666? Eða hvað? Aðeins minna, eða ekki? Viljum við banna olíukyndingu húsnæðis eins og í Noregi? Viljum við taka þátt í þróun gagnabanka yfir byggingarvörur með umhverfisyfirlýsingum með Finnum? Ég trúi ekki öðru en að þeir sem sitja hérna hafi skoðanir á þessum hugmyndum sem ég hef nefnt hér í dæmaskyni og ég vil hvetja ykkur eindregið til að taka þátt þegar kallið kemur og vera virk. Þetta ykkar tækifæri til að hafa enn frekari áhrif í þessum efnum og eins og segi, við erum bara að fara af stað núna en við búumst við því að klára verkefni í janúar, febrúar á næsta ári. Og þið örugglega eftir að fá að heyra meira þetta í gegnum tengslanet grænni byggðar og samtaka iðnaðarins og heimasíðu HMS. Og ég get ekki sagt annað en að ég sé bara gríðarlega bjartsýn á að náum að vinna hérna frábært verkefni af því það alveg augljóst að við þurfum að hugsa hlutina upp á nýtt og við getum það mjög vel og það nefnilega klárlega fjölmörg dæmi það svo margt spennandi að gerast nú þegar innan byggingageirans. Og við sáum það líka bara á þeim erindum sem við höfum verið að hlusta á í dag. En við getum horft á þetta verkefni til að gera ennþá betur og jafnvel að vera fyrirmynd annarra þjóða á þessu sviði. Þannig að ég segi bara áfram vistvænn byggingariðnaður á Íslandi. Takk fyrir mig.